Staðsetning nýja Landspítalans kolgalin og hugsanlega svo versta fyrir sjúklinga, segir læknir á spítalanum til 25 ára. Það kolgalið að staðsetja nýja Landspítalan við Hringbraut, segir sjálfstætt starfandi læknir og telur það verstu hugsanlegu framtíða staðsetningu fyrir starfsfólk og sjúklinga. Hann segir ekki of seint í rassinn gripið að velja honum nýjan stað og skorar á stjórnendur spítalans að endurskoða málið. Lóa Pindardóttir. Háværar umræður voru staðsetningu á nýjum Landspítala á sínum tíma en lítið hefur farið fyrir þeim undanfarin ár, enda fast ákveðið að byggja við Hringbraut, búið að kynna drög að deiliskipulagi og planið að hefjast handa næsta vor. En Guðjón Baldursson segir ekki of seint í rassinn gripið. Þó að þessi undirbúningur hafi nú staðið yfir á annan áratug þá sé þetta það mikið verkefni, þetta er eitt stærsta verkefni Íslandssögunnar og við erum að tala sjúkrahús sem á að standa í hugsanlega 70, 80, 90 ár eða ég veit ekki hvað lengur. Samkvæmt hagkvæmni athugun norskra fyrirtækja sem kynnt var í október var niðurstaðan svo að hagkvæmast væri að byggja nýja spítalan við Hringbraut. Uppbygging nýs Landspítala við Hringbrautina, hún er að mínu mati algjörlega kolgalin. Meðal annars vegna þess að spár gerir ráð fyrir að miðja borgarinnar muni færast og verða nær Reynisvatni eða Keldum á næstu áratugum og þá verði Hringbrautin í jaðri byggðar. Umferðar aðgengi að spítalanum sé mjög slæmt nú þegar, hvað þá þegar hann stækki. Þannig að staðsetningin sem er í jaðri byggðarinnar og þar sem umferðaræðar eru hvað þrengstar, hún er afleit, hún er hreint galin, hún gæti eiginlega ekki verið verri. En ef staðsetningin er galin, af hverju telur hann að starfsfólk láta ekki í sér heyra? Hver og einn held ég af starfsmönnum spítalans er dálítið mikið að hugsa hvað ég var að segja, bara eigin rass. Það vil bara halda vinnunni í íslensku samfélagi. Bæði nú og áður eru peningar og pólitík. Í þessu tilviki held ég sér hvort tveggja.